Þá komið að 7. lið, áttunda lið á dagskrá. Það uppbygging flugvallakerfisins á Íslandi og efling innanlandsflugs og ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér til umræðu skýrsla sem nefnd var skipuð til að fjalla innanlandsflug og rekstur flugvalla. Svo skýrsla sem þessi hópur hefur núna sendt frá sér, en hann tók til starfa á vormánuðunum 2017. Eftir lestur skýrslunar og þær kynningar sem hafa verið á henni, þá finnst mér ástæða til að hrósa öllum þeim sem komu að gerð hennar og þessari vinnu bara yfir höfuð. Og svo nú ekki kannski leiðilegt að minnast á það að það fyrrverandi bæjarfulltrúi héðan frá Akureyri, Njáll Trausti Friðbjörnsson, sem fer fyrir hópnum sem stendur að skýrslunni. En tillögurnar sem koma fram í skýrslunni eru tvenns konar. Annars vegar byggja þær á byggðasjónarmiðum og snúa að aðgengi íbúa landsbyggðanna að höfuðborginni og hins vegar að öryggismálum varða varaflugvelli og mikilvægi þeirra í tengda millilandaflugi. Hópurinn hefur greint vel, sýnist mér, nágrannalöndin og hvernig nágrannalöndin haga þessum málum hjá sér og horfir þá til Svíþjóðar og Noregs og Skotlands. Ég ætla bara að vinda mér beint í tillögurnar og bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir mun síðan fara nánar í útfærslurnar hér á eftir. En tillögurnar eru eftirfarandi með leyfi forseta. Að farmiðar íbúa með lögheimili á tilgreindum svæðum á landsbyggðinni verði niðurgreiddir. Skilgreind verði svæði landsins þar sem íbúar sem ferðast í einkaerindum njóta 50% niðurgreiðslu á flugfargjöldum til og frá svæðinu. Svo eru tilteknir fjöldi ferða sem hver og einn fengi og lágmarksvegalengdir frá höfuðborginni, en ef þessi tillaga yrði að veruleika, yrði það gjörbylting, viljum við mér segja, fyrir íbúa landsbyggðanna og svona ein mesta byggða aðgerð sem farið hefur verið í á seinni árum. Þessi leið jafnan nefnd skoska leiðin í daglegu tali og þetta hefur verið innleitt í Skotlandi með góðum árangri. Það var komað næstu tillögu með leyfi forseta, en hún að Isavia og tollayfirvöld tryggi hnökralausa umferð farþega í beinu tengiflugi Keflavíkurflugvöll til að stuðla að dreifingu ferðamanna svo sem í tengslum við flug sem í gangi á milli Keflavíkur og Akureyrar. Þessu hefur ítrekað verið kallað eftir allt frá því að flug hófst hér á milli þessara tveggja staða og krefst skipulagningar og tæknilegra úrlausna sem að ég hef einhver smjörþef á að sé nú þegar hafin. Þá segir í skýrslunni með leyfi forseta að frá og með 1. janúar 2020 verði millilandaflugvellinir Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur, Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur skilgreindir sem kerfi flugvalla með sameiginlegan kostnaðargrunn og Isavia ohf. Fali fjárhagslega ábyrgð á rekstri, viðhaldi og uppbyggingu þeirra. Þarna verið að leggja til gríðarlega mikilvægt skref sem ég trú að geti flýtt uppbyggingu hér á Akureyrarflugvelli. Hún yrði væntanlega til þess að þegar verið að huga að uppbyggingu í Keflavík þá sé samhliða byggðir upp varavellinir. Og þetta snýr að öryggi flugmála bara yfir höfuð. Því eins og kemur fram í bæði umsóknum frá íslensku flugfélögunum og öryggisnefnd FIF eða Félag íslenskra flugmanna með leyfi forseta þá segir þar framkvæmdi við stækkun flughlaða Akureyrar og Egilsstaðaflugvallar þola ekki 10–15 ára bið eins og lagt upp með. Á hverjum degi koma 60–80 flugvélar til Keflavíkurflugvallar og í mörgum tilfellum Akureyrar og Egilsstaðaflugvallir notaðir sem varaflugvallir. Hins vegar einungis pláss fyrir 4–5 farþegaþotur á hvorum flugvelli með góðu móti. Verkefnalisti vegna nauðsynlegar endurnýjunar búnaðar á flugvöllum landsins orðinn langur og fjölbreyttur vegna fjárfestingar síðustu ára. Þessi langvinna þróun veldur brestum í flugvallakerfinu sem almenningi eru huldar en á engu síðu ógn við flugöryggi. Tillagan kallar á að lokið verði við eigendastefnu ríkisins hvað varðar Isavia. Sem sagt að koma varaflugvöllum landsins inn í efnahagsreikning Isavia og breyta þannig eigendastefnunni. Ég myndi segja að
nauðsynleg aðgerð, þetta eiginlega nauðsynleg aðgerð til ef maður ætlar að horfa til öryggisþáttana, en ekki síður nauðsynlegt ef við ætlum okkur að opna nýja gátt inn í landið. Uppbygging á flughlaði hér á Akureyrarflugvelli má segja, hafin. Við tókum efni var tekið úr jarðgangana gerðinni hérna við Vaðlaheiðargöng og flutt yfir í flughlaðið og hefur verið þar og verið að fergja og síga í nú einhver ár. Þannig að okkur ekkert að vanbúna að ljúka þessu verki og hvetja með stjórnvöld til þess að innhenda sér í það. En þá í þessar skýrslu er tillaga með leyfi forseta að þjónustugjöld á millilandaflugvöllum verði samræmd og hóflegt þjónustugjald á hvert fluglegg sett á til að standa straum af uppbyggingu og rekstri kerfisins. Gjaldi gæti orðið á bilinu 100 til 300 krónur á hvert fluglegg. Þarna verið að benda á leið til þess að fjármagna þetta verkefni sem við stöndum framfyrir. Það nokkuð mörg ár síðan varaflugvallagjald var fellt niður og engin tekjustofn sem kom þar í staðinn. Þannig að þetta ofboðslega mikilvægt að við séum að horfa á þarna séum að vera að setja fram tillögur og einnig tillögu hvernig við ætlum að fjármagna. Þannig að þetta geti orðið að veruleika. Þá vil ég líka taka fram að það mikilvægt að þetta sé þjónustugjald en ekki einhvers konar skattur. Þannig að fjármagnin fari beint í það verkefni sem því ætlað en ekki í hítina eða annan rekstur ríkisins. Svo að lokum gerð tillaga með leyfi forseta að þjónustusamningu við ríkisins við Ísafjörð rekstur, viðhald og nýframkvæmdir á öðrum flugvöllum verði til 5 ára og árframlag ríkisins til þeirra aukist frá því sem nú Stefnt verði að því að frá og með 1. janúar 2024 verði millilandaflugvellinir og aðrir flugvellir í grunnneti hluti af sama flugvallakerfi. Ég er nú búin að fara þessast í stuttumáli yfir þessa tillögur sem koma fram í skýrslunni og ég fagna því gríðarlega að þær séu komna fram. Núna í þessum töluorðum vinna við samgönguáætlun og mikilvægt að mínu mati að þessar tillögur rati þar inn og komi síðan til framkvæmda og þetta óska ég þess að þetta verði allt saman gert fyrir 2024 eins og verið að nefna hérna að tímamörkin eru settan inn í skýrslunni. En orðið til alls fyrst og nú komið skýrsla með mjög góðum tillögum sem að ég fulla trú á að ráðherra og alþingi taki og fari lengra með og vinni úr og komi til framkvæmda. En ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra, eins og ég nefndi áðan, þá ætlar bæjarfulltrúi Eva Hrund að fara nánar yfir skýrsluna. En ég ætla að lesa hérna upp tillögu að bókun og hún svohljóðandi með leyfi forseta. Bæjarstjórn Akureyrar fagnar nýútkominni skýrslu uppbyggingu flugvallakerfisins á Íslandi og eflingu innanlandsflugs. Að koma varaflugvöllum landsins inn í efnahagsreikning Isavia og að breyta eigendastefnu Isavia á þann hátt að hún taki mið af byggðamálum, eflingu ferðaþjónustunnar og atvinnuuppbyggingar allt land stórt og mikilvægt skref í uppbyggingu vallana. Þá telur bæjarstjórn að jöfnun aðgengis landsmanna að þjónustu, atvinnutækifærum og lífskjörum með niðurgreiðslum á fargjöldum í innanlandsflugi geti verið ein stærsta byggðaaðgerð sem ráðist hefur verið í á síðustu árum. Bæjarstjórn hvetur Alþingi til þess að veita tillögunum framgang svo að þær komist til framkvæmda hið fyrsta. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Já, takk fyrir það og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt á bæjarfulltrúi Halla Björk byrja á því að hrósa Njáli Traust á nefndinni og öðrum þeir sem komu að verkinu fyrir vel unna skýrslu. Því ber líka fagna að tillögur Njáls Trausta fyrrverandi bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hann viðraði hér í pontu á síðasta kjörtímabili séu komna fram í þessari skýrslu og til álita hjá þingheimi. Og frábært hefur verið að sjá í fréttum jákvæð viðbrögð við tillögum skýrslunnar frá ráðherrum og fleirum. Í stefnu stjórnvalda kemur fram að auka eigi fjölbreytni atvinnulífs á landsbyggðinni með það að markmið að stuðla að sjálfbærri þróun byggða allt land og efla eigi ferðaþjónustu.
Eins kemur fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá 30. nóvember 2017 með leyfi forseta að móta í eigendastefnu Isavia en sérstök eigendastefna Isavia ekki til í dag. Má segja að skýrsla þessi sé í samræmi við inntak stjórnarsáttmálans. Í skýrslu þessari já til umfjöllunar nauðsyn þess að gera eigendastefnu fyrir Isavia en þar kemur einnig fram að markmið ríkisins sem eiganda Isavia eigi að vera önnur en hjá fjárfesti á markaði. Í stefnunni þurfi því að taka mið af öðrum markmiðum svo sem byggðamálum, atvinnuuppbyggingu og eflingu ferðaþjónustur allt land. Svo sérstakt sem það að þó að rekstur Isavia hafi vaxið gríðarlega og arðsemin verið mikil, þá hefur ríkið til þessa ekki tekið arð úr félaginu, en þess í stað hefur arðsemin eingöngu verið nýtt til uppbyggingar á Keflavíkurflugvelli. En eigið fé í árslok 2017 var 31 milljarður og EBITDA tæpir 10 milljarðar. Fyrir hugaðar framkvæmdir næstu ára hjá Keflavíkurflugvelli hljóða samtals upp á 86 milljarðar. Á sama tíma og Isavia hefur verið í uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli hefur að meðaltali aðeins verið varið 300 milljónum á ári í viðhald og nýframkvæmdir á öllum innanlandsflugvöllum landsins, en til viðhalds áætlað að þurfi að minnstakosti 700 milljónir króna á ári bara í að viðhalda kerfinu í viðunandi horfi. Síðastliðinn áratug hefur umferð Keflavíkurflugvöll aukist gríðarlega, en alltaf 30 flugfélög hafa stundað flug til Íslands yfir sumarið og 15 yfir veturinn. Voru áætlaðar lendingar á Keflavíkurflugvelli að meðaltali 75 á dag árið 2017. Hlutverk varaflugvalla hefur því vaxið hröðum skrefum, en á sama tíma hafa innviðir þessara valla ekki verið styrktir. Vaxandi þörf því fyrir nýframkvæmdir á varaflugvöllum, svo sem viðgerð akstursbrauta meðfram flugbrautun, fjölgun flugvélastæða á Akureyri og Egilsstöðum og uppbygging og stækkun flugstöðva bæði í Reykjavík og hér á Akureyri. Það reyndi bersýnilega á varaflugvelli í Eyjafjallagósinu, eins og mörgum minnistætt, en bara á þessu ári hafa 3 alvarleg tilvik komið upp þar sem reynt hefur á varaflugvellina. Það því gífurlegt öryggisatriði að þeim völlum sé komið í ásættanlegt horf. Framkvæmdakostnaður vegna nauðsynlegra framkvæmda á þessum völlum hleypur á einhverjum milljörðum. 10 milljörðum hefur verið fleygt fram fyrir þá alla, en við sem vorum í stjórn Eyþings á síðasta kjörtímabili létum Eflu vinna skýrslu sem beri heitið Akureyrarflugvöllur uppbyggingar áætlun. En þar kemur fram að það muni kosta 3 milljarða að koma flugvöllunum hér í ágætis horf og þó horft til stækkunar flughlaðs og flugstöðar, en svipaða skýrslu þurfti að vinna fyrir Reykjavíkurflugvöll og Egilsstaðaflugvöll. Hér áður fyrr, eins og bæjarfulltrúi Halla nefndi, voru innheimt varaflugvallargjöld af flugi. En þau voru lögð niður á árinu 2011. Fulltrúar flugstóða vöruðu við á sínum tíma að leggja niður þessi gjöld, því þeir sá fram á að það yrði erfitt fyrir innanlandskerfið að bera kostnaðar viðhaldi og það að treysta þyrfti á sérstakar ríkisfjárveitingar væri ekki góð leið. Þær áhyggjur hafa við rök að styðjast eins og bersýnilega hefur komið í ljós ef horft til þess fjármagns sem hefur verið sett inn í flugvallakerfið utan Keflavíkur. Skýrsluhöfundar leggja til að tekin verði upp þjónustugjöld sem sérstakur liður sem fari til uppbyggingar varaflugvallana. Talað gjald frá 100 til 300 krónur, en talið líklegt að horft verði frekar til neðri markana. Analystika var fengið til þess að meta áhrif þessara hækkana á þjónustugjöldum per flugmiða og fjölda ferðamanna. Niðurstaðan var að fjöldi farþega væri 10 milljónir í gegnum Keflavík og að hækkunum væri 100 krónur per fluglegg, þá gæti áhrifin verið fækkunum alltaf 56.000 farþega. Ef hækkun í 300 krónur, þá fækkunum alltaf 149.000 farþega. Ef neðri mörkin verða fyrir valinu,
þá eru áhrifin ekki mikil en á sama tíma værum við að fá milljarð á ári í viðhald og nýframkvæmdir á varaflugvöllum. Það væri því engin fyrirstaða að fara strax í uppbyggingu með lánum og greiða niður smá saman með þjónustugjaldi. Tekið skal fram að áður var varaflugvallagjald 1500 krónur, þannig að við erum að tala brotabrot af því sem áður var. Skýrsluhöfundar leggja til að varaflugvöllin verði færður inn í efnahagsreikning Isavia, jafnvel allir innanlandsvellirnir, en fyrirmyndir af sambærilegum flugvallakerfum má sjá hjá Swedavia í Svíþjóð og Avinor í Noregi. Á þeim völlum verðlagsmódel flugvallanetsins þannig að tekjur stærri flugvallana fjármagna minni vellina. Verði varaflugvöllin færður inn í Isavia og öðrum opinberu stuðningi hætt við vellina þyrfti Isavia við núverandi forsendur að leggja til 1200 til 800 milljónir ári til reksturs og viðhalds þeirra. Þessu til viðbótar þyrfti að fjárfesta í millilandaflugvöllum svo þau geti sinnt í öryggishlutverki sem skýrslan leggur til að þeir sinni. Sé öðrum innanlandsflugvöllum bætt við þarf 500 til 700 milljónir til viðbótar. Með hliðsjón af sterkri stöðu og fjárhagslegri afkomu Isavia telja skýrsluhöfundar rétt að Isavia yrði falin fjárhagslega ábyrgð á rekstri, viðhaldi og uppbyggingu flugvallakerfisins. Þau telja eðlilegt að millilandaflug sem nýtur góðs á varaflugvöllum greiði þjónustugjald sem standi undir kostnaði við flugvöllina sem umfram þarfir innanlandsflugsins. Eins lögð rík áhersla á að grundvöllur starfsemi Isavia snúist að tryggja öryggi flugumferðar sem best. En ef við snúum okkur að almenningssamgöngunum, í stefnu stjórnvalda kemur fram að jafna í aðgengi allra landsmanna að þeirri þjónustu og menningu sem aðeins í boði á höfuðborgarsvæðinu. Eins kemur fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að vinna eigi því að gera innanlandsflugið að hagkvæmari kosti fyrir íbúa landsbyggðanna, að almenningssamgöngur verði áfram byggðar upp land allt og að landsmenn eigi að hafa jafnan aðgang að þjónustu, atvinnutækifæri og lífskjörum. Tillaga nefndarinnar að nýta flug í meira mæli sem almenningssamgöngur og að niðurgreiða fyrir íbúa út á landi skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við hér fögnum því og vonum svo sannarlega að svokallaða skoska leiðin komist til framkvæmda. Þær tillögur sem nefndin leggur fram á þá leið að flug verði niðurgreitt 50% fyrir þá sem búa í 200 til 300 km akstursfjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Það má því segja að þetta eigi við allt innanlandsflugkerfið í dag. En verið að tala að niðurgreiða ferðir í einkaerindum en ekki ferðir tengdar atvinnustarfsemi. Það 65.000 manns sem falla undir þessa skilgreiningu en í skýrslunni gert ráð fyrir að 41.000 einstaklingar muni nýta sér þetta. Lagt til að það verði sett takmörk á ferðir til þess að byrja með á meðan reynsla kemst á. En þá talað að þetta verði 8 leggir eða 4 ferðir fram og tilbaka. Talað að einstaklingar fái þá endurgreitt 50% af því gjaldi sem það farið á frá flugfélaginu. Þannig að ef þú nærð lægsta fluggjaldinu þá fengir 50% af því, en ef þú lendir á að taka dýrasta fluggjaldi þá myndir þú fá 50% greiddar af því fluggjaldi. Maður hefur ekki heyrt ófá að fárast yfir því að það sé jafnvel dýrar að fljúga til útlanda heldur en hér á milli landshluta. Þetta mun því skipta miklu máli fyrir landsbyggðar íbúa. Stefnt að því að samgönguáætlun verði kláruð úr umhverfis- og samgöngunefnd í dag eða á morgun og að hún komi til atkvæðagreiðslu þingsins fyrir lok vikunnar. En að fréttum gærkvöldsins að dæma þá hefur meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar samþykkt að setja tillögurnar inn í samgönguáætlun. Þannig að ef samgönguáætlun kemst í gegnum þingir þá næsta skref að tryggja fjármagn fyrir tillögunum í fjármálaáætlun og síðan í fjárlögum fyrir árið 2020. Að koma varaflugvöllum landsins inn í efnahagsreikning Isavia og að breyta eigendastefnu Isavia á þann hátt að hún taki mið af byggðamálum, eflingu ferðaþjónustunnar og atvinnuuppbyggingar allt land gríðarlega mikilvægt. Þetta nær nauðsynleg aðgerð ef horft til öryggisþátta og ekki síður í því að opna fleiri gáttir inn í landið.
Að jafna aðgengi að þjónustu, atvinnutækifærum og lífskjörum landsbyggðunum afar mikilvægt því vonast ég til að niðurgreiðslu fargjalda á innanlandsflugi og uppbygging flugsamgangna sem almenningssamgangna komi til framkvæmdar sem fyrst. Þetta eru stór skref og kerfisbreytingar sem ég vona að Alþingi hafi dug og þor til að koma til framkvæmdar sem fyrst. En þarna erum við að tala um eina stærstu byggðaaðgerð sem ráðist hefur verið í á síðari árum. Nauðsynlegar aðgerðir til þess að sporna við því að allt sogist á höfuðborgarsvæðið. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk báðar tvær fyrir greinagóða kynningu og yfirferð á þessu mjög svo mikilvæga máli og ég get ekki annað en tekið heilsu ykkar undir ykkar orð. Þetta er einmitt mögulega ein stærsta byggðaaðgerð sem hægt er að fara í. Þetta er auðvitað flókið og útfærsla, en mér sýnist að nefndinni undir forystu Njáls Trausts hafi tekist alveg ákaflega vel til og gaman að hafa bæjarfulltrúa frá Akureyri fara í þetta verkefni. Það voru svona nokkrir hlutir sem að ég hef velt fyrir mér í tengslu við þetta verkefni. Það er í fyrsta lagi að þetta er það stórt mál að ég er sammála því að ég vona að þingheimur klári það. Þetta verður eitthvað sem að tekur síðan mögulega einhver ár í að útfæra og koma í eitthvað horf, en ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það náist að koma til verka, þannig að við getum farið að fljúga 2-3 ári og helmingja þeim fargjaldi sem nú er 1. janúar 2020 ef að þetta stoppar ekki einhvers staðar í ferlinu. Það eru svona nokkrir hlutir sem að mér finnst allavega þessu virði að svona velta fyrir sér í framhaldinu, en það er annars vegar að þegar það kemur til dæmis að þessu svæði sem við erum hérna á, að þá hef ég allavega komið því á framfæri að mér þætti skemmtilegt ef þetta sama ætti við flugfargjöld frá Þórshöfn og Grímsey til Akureyrar. Það sem að ýmis þjónusta í nærumhverfi okkar gæti verið heppileg fyrir þessi svæði, og það sem er núna líka störfum nefnd sem á að taka fyrir almenningssamgöngur með heildrænum hætti sem ég tel að sé gríðarlega mikið, þar að segja að finna leiðir til þess að láta almenningssamgöngukerfið okkar tala saman, strætó, ferjur og flug, og horfa einmitt til innanlandsflugs þegar það kemur að almenningssamgöngum þar sem að til dæmis samkeppnisforsendur endað, þar að segja það hefur valdið ýmsum vankvæðum hvað varðar póstþjónustu, matvælaþjónustu og annað sem ekki er hægt að fara með sama bílnum og svo framvegis, þið þekkið þessa umræðu. En allavega varðandi svona þetta flug, þá finnst mér einmitt að það væri allavega, og ég giska á að það þurfi ekkit endilega að kosta mikið til viðbótar, en án þess að ég myndi nú vilja að þetta mál myndi stranda á einhverjum svona útfærslumálum, en þetta held ég að sé ekki síst fyrir okkar íbúa hér innan sveitarfélagsins frá Grímsey að geta nýtt þetta, og síðan þá að þetta eigi við allan legginn þá frá Grímsey til höfuðborgarinnar, þar að segja með þá þessari millilendingu á Akureyri, og það sama með Þórshöfn og mögulega Höfn í Hornafirði líka. Eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, þá er þetta hugsað fyrst og fremst til okkar sem íbúa, ekki í atvinnuskyni, og auðvitað veit ég og heyri það að þeir sem eru í fyrirtækjarekstri hérna á svæðinu finna áþreifanlega fyrir þessum kostnaði við að eiga samskipti við höfuðborgarsvæði. Við finnum það nú bara hérna í þessum sal að fara á klukkutíma fund suður sem að kostar alveg svakalega peninga. Ég held að við höfum farið 6 hérna á dögunum, ekki úr þessum sveitarstjórnarmönnum hérna á svæðinu, og það kostaði 280.000 bara flugið til að fara á klukkutíma fund, þar sem að allir fengu einhverja 10 mínútur til þess að tjá sig. Auðvitað þurfum við líka að horfa til möguleika á fjarfundabúnaðar, en það geti verið einhver framhaldsskref að horfa líka til fyrirtækjana. En eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara risastórt skref, og ég held að útfærslur og framhaldsútfærslur eða athugasemdir taki bara einfallega við. Það mikilvægast að núna sé að þetta mál fái að fara í gegn, og við styðjum það öll heilshugar og tökum svo þátt í útfærsluna og því í framhaldinu. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið er laust.
Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að segja að ég tek nú heilshugar undir þessa bókun og tek heilshugar undir þessa gleði sem að ríkir út af þessum hugmyndum. Að það eitt mál sem ég finnst bara að við getum ekki talað og að ég veit að þetta illa undirbúin ræða hjá mér, þetta bara eitthvað sem að mér liggur að hjarta, það loftslagsmálin. Við vitum alveg að flug ekki ákjósanlegu faramáti ef maður ætlar að hugsa loftslagið. Og þess vegna finnst mér bara mikilvægt að það sé svona viðrað í pontu, að við séum meðvituð það vegna þess að og að því að ég stóð áðan og var að tala að þessi meirihluti þyrfti nú að gera meira í loftslagsmálum, að þá vil ég vera sjálfur með samkvæm og segja að það gildir ekki bara það heldur þurfum við bara alltaf að gera betur í loftslagsmálum, en mér langar til að segja nefnilega þess vegna frá því af hverju ég samt sammála þessu þrátt fyrir að þetta sé ekki loftslagsgáfuleg ákvörðun að gera hlutina svona. Og það þannig að Ísland 9. strjálbýlasta land heimsins. Og það svona hlutir og það svona aðstæður sem þarf að taka með reikningin þegar að maður að hugsa í lausnum og hvaða lausnir henta og hvaða lausnir eru góðar og hvaða lausnir eru siðferðislega verjandi líka. Og mig langar bara að segja, mér finnst þessi hugmynd siðferðislega verjandi út af aðstæðum út af því hversu strjálbýlt land við erum og út af því hversu við hefum safnað allri þjónustu, eins og bent á menningarþjónustu og samt það sem kannski mikilvægast af öllu, heilbrigðisþjónustu á bara eitt afmarkað landshorn. Þannig að það þessar aðstæður sem gera það verkum að þessi leið verjandi. Á sama tíma vil ég samt bara segja, við þurfum alltaf að hugsa okkur áður en við stígum upp í flugvél í raun og veru. Og að senda 6 manns á klukkutíma fundi í Reykjavík snargalið í raun og veru. Og við þurfum að gera miklu betur í því. Ég get sagt ykkur, ég hitti konu sem í forsvari fyrir náttúruverndarsamtök fyrir mánuði síðan og á einmitt lítilli loftslagsráðstefnu í Reykjavík sem ég fór á að því ég átti leið til Reykjavíkur vegna annar erinda og en sem sagði ég fer einu sinni til útlanda á ári annarkvort í persónulegum eða faglegum erindagjörðum af því það nefnilega stór hluti af þessu akkurat eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á það eru þessar flugferðir sem eru farnar á vegum fyrirtækja og stofnana og fólk, við erum bara ekki að hugsa alveg nógu mikið það hvað við gerum og hvað við gerum ekki og hvað nauðsynlegt og mikilvægt og hvers vegna. Ég satt í dag fund í stjórn Eyþings sem samband 13 sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum, þá fjarfundur, þar sátu allir á netinu heima á sér og eittu ekki loftslaginu neitt. Ég vildi bara segja þetta, ég vildi bara gera mig grein fyrir því að það að vera fljúandi út allar trissur ekkert jákvætt í sjálfu sér og það að vera eitthvað að stefna á að veita hennan afslátt til fyrirtækja eða stofnana ég ekki viss þessi góð hugmynd en það góð hugmynd að mínum að koma með þessa lausn til íbúa vegna þess hvernig landið okkar og samfélagið uppbyggt. Þetta fannst mér bara mikilvægt að segja. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lagði máli sem næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil náttúrulega fagna framkomu þessara tillagna líka og þakka þeim fyrir sem að þessari vinnu hafa staðið og nú ríður á því að þær komist í framkvæmda. Og það kannski það sem að við þurfum að bakka þennan hóp upp í, það að þetta verði að veruleika. Það vissulega rétt sem hefur komið hérna fram að það hefur verið tekið
vel í tillögurnar. Það greinlega verið að vinna að því innan samgöngunefndar að koma allavega einhverjum af þeim til framkvæmda og þá náttúrulega liggur í hlutarins eðli að það verða að færa fram í samgönguáætlun bæði flugstöðina og þá flughlaðið hérna á Akureyri þannig að þessar framkvæmdir verða veruleika og við getum farið að horfa á flugvöllin eins og við viljum sjá hann. Og það er kannski það sem við þurfum líka að passa okkur að ýta vel á eftir. Vegna þess að í mínum huga er þetta ekki spurning, þetta er bara lífæðin okkar á næstu árum. Bara lífæðin okkar. Ég bara sé enga aðra lífæð heldur en að koma millilandaflugi hér á og fjölga ferðamönnum hérna með svæðið. En við fögnum þessu og höldum bara áfram að vinna í málunum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég heldur bara að koma því á framfæri þar sem að ég satt fyrir sem formannsstjórnar Eyþings á fundi þar sem var verið að kynna þessa skýrslu að þá voru loftslagsmálin rædd og við spurðumst einmitt fyrir þá sýn í þessari áætlun og þá var talað nokkra hluti, þá var annars vegar talað mikilvægi þess að það væri þá full nýting á fluginu því að betri nýting getur líka skipt máli og líka það að það séu færri fólksbílar með einni mannveru að keyra á milli landshluta og síðar var talað stærsta mengunarvaldin sem fulltankar vélar í millilandaflugi sem lenda á Keflavík sem er nú kannski ekki síður svona eitthvað sem er þess virði að horfa til varðandi síðan fjarfundi bara því að það er svona aðeins tengt. Það er algjörlega þannig og einmitt við Sóley sátum á þessum fjarfundi í dag og þetta er miklu minna mál heldur en að það hljómar og þetta er svolítið svona just do it og þetta gæti verið ekki bara loftslagsmál heldur bara tímasparnaður og hagkvæmni en auðvitað á þetta alltaf tengjast en mér langaði bara að upplýsa að það var greinilega þessi hópur var vel meðvitaður loftslagsmál og því að það verið velt vöngum í þessari vinnu þá hlið mála þannig að mér finnst það rétt að því sé haldið til haga að það var ekki eitthvað sem ekki hefði verið horft til. Öðru leyti vil ég auðvitað bara fagna því og auðvitað telja að þetta skipti enn og aftur gríðarlega miklu máli. Ég ætlum nú kannski ekki segja þetta að það sé eina von lífsins eða eina vonar neistin sem ég hef berið í brjósti varðandi vaxtarmöguleika þessa svæðis en hann skipti gríðarlega miklu máli. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar hérna líkt á aðrir að byrja því að þakka málsaðilum fyrir, bara mjög greinargóða lýsingu á þessu og tek heils hugar undir bókunina. Mér langar svona aðeins að bregðast við því að þegar bæjarfulltrúi Sóley Björk kom hérna upp áðan í pontu og fór að ræða umhverfismál og tengdi það loftslagsmál og tengdi það svolítið við heilbrigðisþjónustu líka hérna á svæðinu. Þá er það þannig staðan í dag að landsmenn búa ekki við sömu þjónustu hvað varðar þjónustustig hvað varðar heilbrigðisþjónustu. Það er þannig að undanfarin ár hefur fjölbreytileiki sérfræðiþjónustu farið minnkandi fyrir landsbyggðarfólk og það er þannig að hætti sérfræðilæknir sökum búferlaflutninga eða aldurs kemur ekki nýr í staðinn því að hann fær ekki samninga hjá Sjúkratryggingum Íslands. Það er nú rauninni þannig þá að, þetta er því þannig að landsbyggðin, fólk sem býr út á landsbyggðinni að fara í auknum mæli til Reykjavíkur með flugi til þess að sækja þessa þjónustu. Sjúkratryggingar Íslands greiða 2 flug á ári sem þó háð vissum skilyrðum fyrir okkur sem búum út á landi og núna það þannig að rammasamningar við sérfræðilækna að renna út áramótin og heilbrigðisráðherra hefur gefið það út að hún vilji gjarnan framlengja þetta á meðan hún að vinna sína vinnu að nýjum samningum. Mér skilst að meðal lækna sé nú mismunandi skoðunar á því hvort þið vilji framlengja þetta eða ekki. En í stuttu máli það þannig að allur massinn út á landi að taka flug til þess að sækja sérfræðiþjónustu til höfuðborgarinnar. Og ég vil gjarnan bara ítreka það við heilbrigðisráðherra og nýta tækifæri hér til þess að hún skoði þetta virkilega vel í tengslum við nýja rammasamninga að skoða frekar að styrkja lækna til þess að koma til okkar í staðan fyrir að við sendum alla til höfuðborgarinnar.
Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu og orðið er laust. Til næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að byrja á því að lýsa alltaf ég tek undir þessa bókun sem var lögð hér fram áðan og við erum að samþykkja út af þessu máli og ég ætla að sé líka full ástæða til þess að vekja athygli á þeirri vinnu sem að bæjarfulltrúi fyrrverandi Njáll Trausti hefur unnið þessu máli. Hins vegar kom fram á ágætu fundi sem haldið var á laugardaginn þar sem ég ásamt 2 öðrum bæjarfulltrúum sat á í máli Njálls Trausta að það skiptir miklu máli hvernig staðið er að málum í heild sinni og ég held að, og hann tók alveg undir það þegar ég aðspurður það hversu mikilvægt það er hversu mikilvægt það er fyrir málið að það skulle vera komið svo langt er sá stuðningur sem hann hefur fengið frá ráðherra í þessu máli. Og það var eitthvað það sem ég nefnilega var aldrei að skilja eins og þegar við vorum að ræða ELS-búnaðinn á síðum tíma og svo síðan vorum við að tala þessa þætti sem að snéru að bæði flughlaðinu og flugvallabyggingunni, þá sagði alltaf háttvirtur ráðherra við mig við erum svo að bíða eftir skýrsluna Njáls. Og ég var ekki alveg átt að með á því hversu mikilvæg skýrsla Njáls reyndist. Vegna þess að hún í rauninni tekur á þessum málum sem skipta okkur afskaplega miklu máli. Þarna eru tillögur það hvernig á að byggja upp varaflugvöllina og þarna eru líka tillögur hvernig á að efla innanlandsflug. Og þetta er bara lífsspursmál fyrir okkur. Ég ætla bara að taka pínu til með Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa. Þetta skiptir okkur alveg svakalega miklu máli að þetta takist vel til. Þannig að þarna erum við í rauninni að fá bara næsta skref í þessum málum okkar. Við erum að auka við innanlandsflug og við erum líka að vinna að því að varaflugvöllur á landinu verði virkir og þar með Akureyrarflugvöllur og uppbyggingin komi í kjölfarið. Og ég er alveg sannfærður það að menn ætla sér að koma þessu inn í samgönguáætlun. Ég bara trú ekki öðru en að menn komi því inn núna. Þarna eru í rauninni og það sem kom fram hjá Njáli Trausta á þessum á fundi að hann sagði að það hefði orðið í rauninni stökk breyting á vinnu ráðsins nefndarinnar sem var skipuð 3 fulltrúum þegar fulltrúi Ísavega fór úr nefndinni og inn kom aðstofamaður samgönguráðherra. Þá í rauninni fóru hlutirnir að gerast og skýrslan fór að taka á sig myndina. Það er það að segja að þannig þrýstingur var orðinn á réttum stað. Ég held að við séum og ég er alveg sannfærður það að það er fullu vilji innan ríkisstjórnarinnar að hrinda þessu máli áfram og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra er okkur tekið undir það. En það er hann sem heldur á hlutabréfinu í Ísavía og það er hann sem þarf að fylgja eftir því að mörku verði eigendastefna svo við getum haldið þessu og klárað þetta mál allt. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Ef fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá ber ég upp þessa bókun sem ég las áðan upp til samþykkta þess að geta samþykkt hana gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.